Hversdagslífinu fylgja ýmis vandamál, en öllum vandamálum fylgir líka einhver lausn. Við sjáum hana kannski ekki alltaf fyrir. En hún þarna samt, falin á bakvið vandamálið sem blindarúsin. Öll eigum einhver heimilistæki og þau eiga það til að bila. Alveg rétt, Jón. Eins og sjónvarpstæki, þau geta líka bilað og tæknifrumskógur nútíma samfélagsins oft djúpur og myrkur og það reynir svo sannarlega á rétta hegðun, atferli og framkomu. Þú ert búinn að fara 3 sinnum með sjónvarpstækið þitt í viðgerð og það kemur alltaf jafn bilað tilbaka. Þú ferð því enn einu sinni á verkstæðið og í þetta skipti verður einhver fullnægjandi lausn að nást. Góðan daginn. Ég er búinn að koma með þetta tæki hérna 3 sinnum í viðgerð til þín og það kemur alltaf jafn bilað tilbaka. Nú vil ég fá endurgreitt og gert almennilega við tækið. Jaha. Gjörðu svo vel. Hérna hefurðu peningana eina, þeir skiptaði greinilega mjög miklu máli. Og af því að ég er svona ómögulegur viðgerðamaður, á víst eins gott að ég drepi mig bara. Er það ekki það sem þú vilt? Ekki var þetta nú nógu gott. Nei, Jón. Þarna kemur askvaðandi á skítugum skónum inn á yfirráðasvæði annars manns með yfirgangi og frekju og særir og drepur allt sem fyrir þér verður. Maður kemst ekkert áfram með svona hegðun og atferli. Nei, svona framkoma er ekki til eftirbreytni. Reynum aftur og reynum nú að taka þetta svolítið mýkri tökum. Já, góðan daginn. Já, sællablessaður. Heyrðu, enn er tækið að stríða okkur. Ég er ekki fyrr búinn að sækja það í viðgerð til þín, en ég er búinn að heiðurleggja það aftur. Hvað getur það verið sem ég ger alltaf vitlaust? Já, það er nú ekki gott að segja. Þau eru orðið svo flókið þessi nýju tæki í dag. Maður þarf bara orðið prófa þau, svei mér þá. Hvað er að í þetta sinn? Það er bara alltaf sama sagan. Það kemur engin mynd á það. Ertu vissum að þú gefur þér nógan tíma til að hita sig? Já, ég er nú svo vitlaus í þessum tæknimálum en það má meira en vel vera. Við skulum skoða það. Býttu henni í smástund. Jæja, er þetta eitthvað að koma? Nei, heyrðu, eitthvað lætur þetta standa á sér. Hvað getur þetta verið? Já, nú er ég ansi hræddur að þau skemmt eitthvað. Heyrðu, varstu eitthvað fyrt í tækinu? Nei, ég bara kveikti og slökkt á því. Já, svoleiðis fyrt getur nú oft verið varasamt, skal ég segja. Já, þetta lítur svona út, já. Tómir vírar og alls konar drasl. Það því nú lítið að spá í þetta. Hefur eitthvað prófað að lemja í það? Já, ég prófaði bara að slá svona létt ofan á það eins og maður gerir. Já, það er nú til lítils. Það er örugglega stór hættulegt bara. Þú sér að það er engir vírar hérna uppi, þetta er allt hérna niðri, sko. Þetta eina ráðið sé bara að sparka duglega í það. Hvað er að þér, maður? Ertu kolvitlaus og búinn að eyðileggja sjónvarpið mitt? Þarna gerðirðu aftur mistök. Já, slærð á útrétta hjálparhund í egósentrískum nautnadansi. Þú ert sennilega að ráðast á eina mannin sem hefur áhugan og viljan til að hjálpa þér. Er ekki full ástæða til að reyna að tileinka sér einhverja aðra hegðun, atferli og framkomu? Jæja, er þetta eitthvað betra? Nei, þetta er ekki nógu gott. Þá bara lýsi ég yfir vanmætti mínum gagnvart þessu. Þetta er auðsjáanlega bara ónýtt drasl ef hún láti plata inn á þig. Ég held að það sé ekkert annað að gera en bara að henda þessi í ruslið. Heldurðu það? Já. Það er örugglega hárrétt hjá þér. Og hvað hef ég svo sem við sjónvarp að gera? Þetta er bara tímaþjófur sem stelur dýrmætum tíma sem betur verið með fjölskyldu og ástvinum. Það er bara léttir að losna við þetta. Þakka þér bara kærlega fyrir. Hvað skulda ég mikið fyrir þetta, vinur? Já, býttu nú við. Okkur sjá, það er náttúrulega að vinna og leiga á verkfærum og svona. Það er náttúrulega að losa við tækið. Heyrðu, ég sleppi þér með svona 15.000 galla því þetta ert nú þú. Jæja, það var vel sloppið. Heyrðu. Já, gjörðu svo vel. Hér hefurðu 15.000. Takk að þér. Svo hefurðu hérna 5.000 krónur svona aukreitis fyrir að bjarga hjónabandinu mínu. Er þá ekki allir sáttir? Jú, svo sannarlega.